Afskriftir stóru bankana og sparisjóðana á skuldum fyrirtækja nema tæpum 300 milljörðum á 2 árum eða níföldum niðurskurði næsta árs. Stóru bankarnir og sparisjóðar hafa afskrifað 272 milljarða króna af skuldum fyrirtækjana í landinu á 2 árum. Þessu upphæð skuldir heimilana sem hafa afskrifað 1/12 af þessari upphæð. Lóa Pindaldsadóttir. Sögusagnir milljarða og tugmilljarða afskriftir af skuldum fyrirtækja hafa gengið fjöllunum herra frá hruni. Til að komast að hvað væri satt í þessu máli sendi Fréttastofa fyrirspurn á bankana fyrir nokkrum vikum og óskaði eftir upplýsingum. Tölurnar bárust svo í dag og eru þetta fyrstu heildartölur sem birtast afskriftir af skuldum fyrirtækja á Íslandi frá hruni. Niðurstaðan: 272 milljarðar króna hafa verið afskrifaðir af skuldum fyrirtækja og eignarhaldsfélaga frá ársbyrjun 2009. Þar af hefur 71 milljarður tapast vegna fyrirtækja sem bankar hafa neyðst til að taka yfir. Fyrirtæki sem enn eru undir stjórn sömu eigenda hafa hins vegar fengið 41 milljarð króna afskrifaðan. Langmest hefur þó verið afskrifað af skuldum fyrirtækja sem nú eru gjaldþrota eða 160 milljarða króna. Til að setja þessar tölur í samhengi má benda á að í ársbyrjun 2009 skulduðu fyrirtæki og eignarhaldsfélög 1344 milljarða króna. Á sama tíma skulduðu heimilin bönkunum 512 milljarða. Nú þá búið að afskrifa 20% af skuldum fyrirtæki og félaga en 4% af skuldum heimilana. Auk þeirra afskrifta sem búast má við hjá heimilum og fyrirtækjum samkvæmt samkomulagi milli stjórnvalda og banka herma heimildi Fréttastofu að í pípunum séu jafnvel 100 milljarða króna afskriftir hjá ónýtum eignarhaldsfélögum sem bankarnir hafi enn ekki gengið frá. Ríkið þarf á næsta ári að skera niður 30 milljarða króna við lítinn fögnuð. Sú tala virkar þó harla lítil í samanburðinum en búið að afskrifa 9 sinnum þá tölu í bankakerfinu af skuldum fyrirtækja.